að við erum þá komnir á upptöku núna og þið eigið kannski eftir að klára að ganga frá fyrri hlutanum, þannig að rauninni þá fyrsta myndin sem við setjum þarna inn er þessi hérna, bara plain rásinn með breytanlegu spennubreyti eða bara spenni með forvafi og eftirvafi, díóðu brú eða brúafriðli, það eru 4 díóður og þétti, síu þétti eins og við köllum hann. Og svo notum við bæði álögin, bæði 100 ohma viðnámin og síðan höfum við náttúrulega straumæli. Og síðan hús spennureglisins eða spennustullisins, það lítur út svona að það er hægt að finna það líka á netinu, taka mynd frá netinu og setja inn í skýrsluna, það er líka allt í lagi. Og ég teiknaði hana bara upp á töflu, en það er tiltölulega auðvelt að finna það. Sko ef ég fer hérna og leita að 78 12 regulator og þá sjáum við strax húsið á honum. Það er bara eins og þessa mynd hérna. Og það sem er merkt líka eins og hér, það er merkt hvað pinn er hvað. Það er fínt að setja þessa mynd hérna inn á skýrsluna. Svona. Og þá getum við komið hérna þess vegna til hliðar, bara að minnka hana nógu vel. Já. Og þetta eru aðeins að ræða þessu hérna upp. Það komast allar fyrir og höfum hérna hæfilegt pláss fyrir þetta allt saman. Svona leit þetta út í stofunni, sem sagt, hvernig það er gengið frá þessu til að tengja þetta. Og hérna er svo hvaða pinn er hvað. Og jörðin er í miðjunni, það tengist þess að mínusinn hérna og inn fór frá annarkot straummælum hér eða straummælinn. Við tengdum reyndar straummælinn við útganginn. Það skiptir ekki öllu máli svo leiðis, en það er kannski réttar að hafa straummælinn við álags hérna hliðina, en breytir ekki alveg öllu. Þá getum við kannski fundið út mismuninn ef við setjum á báða staði, ef hann er að leiða eitthvað hérna í gegnum sig, spennureglinn, hugsanlega. Og hérna, sem sagt, já, vorum við með bara annað álagið út af því að það mynduðust hátíðnitruflanir og en síðan og eftir þá gátum við sett inn hitt til þess að sjá hvað gerðist ef álagsstraumurinn jókst. Og hérna sem sagt hækkuðum við spennuna hægt og rólega þar til að við vorum komnir upp í hæfilega spennu út, þannig að upp í þá spennu, sem sagt upp í 12 V spennuna. Hérna er hann aðeins byrjaður að vinna spennureglurinn, en línan er ekki orðin bein og hérna hins vegar þá erum við komin aðeins hærra með spennuna inn og það þarf að vera
til þess að gefa út alveg hreina spennu, eina línu á sveiflusjá sem við sjáum, 12 V spennu, þá þarf lægsti punktur á gáruspennunni að vera 2 voltum hærri heldur en þessi spenna út, beina línan. Þannig að við þurfum að hafa þetta bil svo að spennureglunni geti unnið. Og við fengum sem sagt 13 volt, mældum riðspennu frá spennubreytinum, ok. Síðan hérna hver spennumur frá lægsta punkti gáruspennunni í 12 volta línuna, það eru 2 volt. Og þetta náttúrulega í samræmi við upplýsingarnar í þessu hérna, þá gert ráð fyrir að þurfi 2 volt. Og hér þá sjáum við hérna, já, hérna líka á eftir, þá sjáum við líka ef að spennan breytist frá 14,5 upp í 27 volt, þá breytist spennan á útganginum hérna fer niður í 11,4 og upp í 12,6. En ok, síðan hérna skráðum við inn, já ég samt ekki alveg öruggur á því að þetta hafi verið mælda spennan hérna inn á afriðsbrúna þetta svar hérna, 13,1, það er þó ekkert útilokað, en af því að þetta ekkert mjög langt frá lagi, því að gáruspennan talsverð þegar við erum með 1000 mikrofarta þéttin. En svona mældum við þetta hjá einum hópnum, það var 13 volta spenna inn, jafnspenna, það var þá með gáruspennunni, það var gegnum miðja gáruspennuna og svo fengum við beina línu út sem mældist á 11,86 volt yfir álagið. Og þannig að mismunurinn var sem þá þar 1,14 volt, en þetta mæld spenna. Þetta ekki þessi spenna sem við erum að sjá akkurat á sveiflusjóni, heldur mæld jafnspenna. Og þannig að þetta talsvert, þetta frekar lítill munur. Þannig að þessi spennureglur að vinna mjög vel. Og síðan spurt hve mikið afl tapast í spennustullinum við þessi aðstæður og hvað verður þessi töp. Að það sem að tapast í honum sem sagt margveldi straums og spennufalls yfir hann. Og þarna höfum við verið með sennilega báðar hérna mótstjórnar í tengingu. Og þá erum við að fá hérna 0,4 eða tæplega hálft watt. Og þetta sem sagt varmatap, raforkan breytist í varma, í hita. Og núna tókum við aðra sem sagt mótstöðun og samband og lækkuðum spenna þar til að við værum samt með beina línu í gegn, en myndin var í rauninni svona, þar sem var beinlína út, tókum aðra og álagsmótstöðun og sambandi, lækkuðum spennan niður þannig að það yrði áfram beinlína. Þannig að við sæjum hvað gerist ef álagsstraumurinn yrði of mikill, ef að spennan inn væri ekki nógu há. Og þegar við tengdum hérna mótstöðuna, þá náttúrulega bara kemur brot í línuna. Þannig að þú ræður náttúrulega ekki við að halda beinni línu þegar að spennan inn ekki nógu há. Svo að þess að þá rauninni þetta sem að gerist. Og það kemur brot í spennunót þegar álagsstraumurinn er aukinn, og af hverju kemur brot í línuna, að spennan inn þá ekki nógu há til þess að spennureglurinn ráði við að halda spennunni í beinni línu. Þannig að spennureglurinn þarf lágmarksspennu yfir sig, það bil 2 volt, til þess að geta skila beinni línu í jafnspennu út.
Síðan eigum við að útskýra stuttlega vinnumáta spennustillisins eða spennureglisins og við erum náttúrulega með ákveðið opnun á þessum transistor hérna, Q1. Það er alltaf sýndir 3 transistor inn í einum þessum transistorapakka hérna og hann er náttúrulega í einhverju ákveðinni leiðinni, þannig að hann er ekki fullkominn rofið þessi transistor, svo að hann er að stjórna straumnum í gegnum sig og þess vegna er ákveðið viðnám í rásinni í gegnum transistorinn og þess vegna er spennufall yfir hann, spennutap yfir hann. Og þessi rás, við erum aðeins að lýsa í hvernig hún vinnur. Við erum með ákveðna viðmiðunarspennu hérna, volt referens. Það gæti verið búið til með díóðu, sennadíóðu, með fasti spennu. Þá miðað við það að hann eigi að gefa út 12 volt í beina hreina spennu og þá er þetta eitthvað ákveðið hlutfall af 12 volta spennunni sem að kemur hérna sem volt referens inn á aðgerðamagnarann, plusinninganginn. En síðan kemur inn á mínusinninganginn þá er raungildið, mæld spenna og það er þá þannig að ef að spennan er of lág, ef spennan er lægri hérna þá snýr hann merkinu við, þannig að það kemur aukinn spenna hérna út, það þýðir að þessi transistor leiðir meira og gefur meiri leiðni þá í gegnum emitter base rásina á þessum PNP transistor, þannig að hann leiðir meira svo að þessi transistorar fara að gefa meiri straum út, þannig að straumurinn veldur því að það kemur hærri spenna yfir álagi og hækkar þetta aftur upp í 12 voltin. Það sem nálgast óskiptið aftur sem sagt. Og síðan hættir það náttúrulega og jafna sig þegar að spennan hefur náð 12 voltan. Ef að 12 voltin verða of há, eða fer upp fyrir 12 voltin, 12,34 eitthvað svoleiðis, að þá er sem sagt, ef við kemur of há spenna hérna, það þýðir þá að dregur úr spennu hér, þannig að þá dregur hann úr leiðinni hérna og transistorarnir draga úr leiðinni þannig að straumurinn minnkar í gegnum rásina, þannig að hann lækkar spennuna út. Minni spenna í gegnum álag gefur okkur, minni straumur í gegnum álag gefur okkur þá lægri spennu. Þannig að þessi aðgerðamagnari hann stjórnar því að spennan út sé rétt. Og þá getum við sett þetta í svona texta eins og þetta hér. Þannig að getum við sagt hérna að volt referens er óskildið, raungildið er mælt milli R1 og R2, milli þessara viðnámi hérna og fer inn á mínusinngang á aðgerðamagnarann. Spennan ætlar til að verða of há, dregur úr leiðinni Q1 til þess að lækka spenna út og svo öfugt. Ok. Þannig að þið skoðið þá þetta ef að þið eru ekki búinir að nú þegar að lýsa þessu. En svo hérna fórum við í að athuga hvað spennustillin reglerinn þolir í straum álagi. Hann þolir 1 ampere í lengri tíma en svona stuttan straumpúls svona 2,2 ampere. En ef að straumur verður of mikill þá er svona varnarrás inn í honum sem að lækkar spennuna bara út. Þannig að þá hitnar hann minna og ef að straumur minnkar þá getur hann lagast bara sjálfu sér. Þannig að það er þessi varnarrós, hún getur alveg passað upp á hann. Þegar að ástandið hefur lagast, þá getur hann bara haldið áfram í notkun. Það þarf ekkert að skipta hann þó hann sé kannski
einhverja stund í gangi með of mikinn straum, þá bara passar hann upp á það sjálfur og minnkar hann spennuna út, þannig að straumurinn verður minni, þannig að hann ofhitnar ekki. Nú, sem sagt hér varðandi innan hvaða marka á spennuna frá spennustillinum að haldast þrátt fyrir straumbreytingu til álagsins, og ef að spennan inn er á milli 14,5 og 27 volt, þá er spennan út 11,4 til 12,6, þannig að hún er svona plus mínus 0,6 volta spenna í kringum 12 voltin. Það er hérna volt mín 11,4 og svo volt max 12,6 á þessu bili hérna. Ok, síðan hérna förum við í þriggja-fasa afriðina og þá skiptum við alveg búnað, fáum þriggja-fasa spennubreyti og notum samskonar brú, það eru 6 díóður, og þá notum við myndina 356, þessi 89 í raðundatæknibókinni fyrir hluta, þetta er í kafla 3, og tengjum þetta upp, eða teiknum þetta upp fyrst, og það sem ég breytti í þessari mynd er það að af því að forvafið er líka stjörnutengt, þá tók ég bara mynd, eða eyddi þríðningstengingun í burtu og tók mynd af inni í Paint, tók bara afrit af stjörnutengingunni og svo notaði ég flip horizontal til þess að snúa henni á hinn megin, þannig að hér kemur inn 3,4 volta spenna, L1, L2 og L3, og spennirinn út, þá er ég að taka út á honum 3,10 volta úttakið inn á díóðubrúna, þar sem við notum 6 díóður, og svo bara skipti ég líka út álæginu, tók hérna eina mótstöðu í staðinn fyrir það var rafgeymir inn á myndinni. Þetta er myndin sem að er beðum sem fyrsta. Ok, svo sjá, svona, og þá til þess að, til dæmis, til þess að reikna út hvaða jafnspennu við myndum fá yfir álægið, þá myndum við nota spennu inn sem er hérna 10 volt á milli, eða sem kemur hérna inn á brúna. Það er í rauninni sem sagt heildarspennan hérna. En þegar við þurfum að mæla þetta með sveiflusjóni, þá mælum við sem sagt hámarksgildi í rauninni fasaspennunar, sko. Þannig að við sjáum það þannig. En skulum sjá. Og við byrjum hérna á því að við höfum ræðtengt hérna 200 ohma viðnám sem ef við værum að tengja þetta upp í stofunni, og síðan er bara sagt hvernig á að tengja hérna sveiflusjóna. Við skoðum það náttúrulega betur, og síðan ef að stilla hana á 5 millisekundur á milli tímastrika, og hérna notum við bara spennumæli til þess að mæla spennuna milli fasa út af spennunum. Hún er rétt 10 volt, rétt 10 voltum, og síðan mældum við líka fasaspennuna út af spennunum, það er frá 0 og út í fasa, og það er rauninni þá eins og við getum reiknað þetta út 9,997 deilt með þá rótin af 2, því að þarna erum við með sem sagt hámarksgildið, max, og virkagildið, fasa hérna
En já, þannig að nei, ég er að rugla hérna. Hér erum við með heildarspennu, þriggjafasaspennuna, auðvitað. Ég er að rugla hérna að þetta er þriggjafasarspenna, bara fasaspenna og aðalspenna. Þetta er ekki hámarksgildi og virkagildi. Heldur er þetta er þriggjafasarspennan milli hérna L1 og L2 til dæmis, segjum það. Þetta er heildarspennan. Til þess að fá fasaspennuna þá erum við að deila með rót hennar af 3. Það er málið. Við erum að deila með rót hennar af 3. Það er sem sagt 9,997 deilt með rót hennar af 3. Þá fáum við 5,77 volt. Það bil. Ef við prófum þetta þá ættum við að fá þetta nokkurn veginn. Og síðan tökum við sem sagt mynd af rásinni, sem sagt þetta er ég með bara af úrmúltísi. Þá höfum við hérna alla fasana. Ef við værum í stofinni þá næðum við bara mynd af 2 fösum, bara annarkoð L1 með L2. Ok, og þá það er engar mælingar settar hérna. Við sjáum bara hérna, hér er á milli fasana, þá er tími sem að samsvarar þá, við erum með 5 millisekundur, en þá er tíminn sem er á milli þess sem að á milli fasana, það er þá 120 gráður, sem samsvarar 120 gráðum, og það er líklega 6,6 millisekundur eitthvað. Og þá skulum við skoða hvað við að gera meira. Þá hérna, við ætlum að finna toppgildi spennunar. En þetta er nefnilega, ef við erum að mæla þetta með sveiflusjóni, þá hefur við fengið sem sagt fasaspennuna, fasi max, og það er þá 8,16 volt. Og þetta ætti að vera fasi RMS sinnum rótin á 2. Já, það er þá hérna sem að var 5,77 sinnum rótin á 2. Bara rétt tjekka á því hvort að það passar ekki. Það er 1,414 eitthvað. Hvað sagði ég? 5,77. Ok. Sinnum 1,414 svoleiðis. Þá fæ ég 8,1 eitthvað. Þannig að það er mjög nálægt lagi að þetta passar. Þá getum við sett inn og það segir hérna 5,77 ég segi hérna bara til að tjekka á þessu. Svona. Þetta er fasi RMS sinnum rótin á 2. Þetta er svona. Svona. Aha. Það er ekki sömu línu, einhver hluta vegna. Þetta er allavega 8,1 eitthvað. Þið kannski fáið nákvæmari tölu á þetta. Þetta er það bil. Það passar nokkurn veginn. Og
og hérna síðan þurfum við að breyta einhverju tengingu á sveiflusjóni og til þess að tengja yfir síðan álagið. Og þá fáum við afriðuðu spennuna, myndina af afriðuðu spennunni og við getum að mæla hana bil með því að setja mælistikuna hérna á miðja gáruna hérna. Það eru svona 6 gáru fyrir heila sveiflu. Þess að stundum kallað 6 púlsa afriðun. Og þá sjáum við hérna að spennan líklega hérna býtum við, skráðu spennugildi miðju rifflana. Það er 11,9, já, einmitt, channel A, 11,9 volt. Það er þetta hérna sem að þetta gefur hér. Þannig að það er mælt á þessari sveiflusjá hérna. 11,9 volt. Því að síðan seinni mælingin, hérna T2 sem verður T2, hann er þetta neðst niðri og þá er það 10,8, en það er ekki miðjan, það er neðst á þessari litlu gáru. En þá skulum við skrá það, þá er U með 11,9 volt og við erum að reikna meðalspennuna samkvæmt formúlu 323 og við notum þá spennuna og drögum 2 díóðspennuföll frá vegna þess að við erum með það lága spennu. Við bætum því við formúluna hérna og þessari formúlu er U max, þetta er hámarksspennan út af spenninum, þegar 10 voltinn sinnum á rótin á 2 og það er þrissunum U max, það er U sinnum rótin á 2. Þá er ég reiknað þetta hérna út, það er þá 3 sinnum 10 voltinn og sinnum rótin á 2 og deilt með pi. Þetta er þryggjafasa, þetta er að reikna út jafnspenna út úr þryggjafasa afriðinni og drögum frá 2 díóðspennuföll, því 0,7 eða drögum mínus 1,4 volt frá og þá fáum við 12,1 volt sem við reiknum út. En við mælum þetta þarna 11,9 með sveiflusjóni. Ég vil bara rétt að kíkja á þetta hérna, 11,9 volt og 11,9 volt en við reiknum út 12 volt. Nokkuð nálægt því sem að við reiknum, það sem við mældum. Líklega viljið þið að skrifa þetta inn á skýrsluna hjá okkur eða taka mynd af þessu og skrifa þetta inn á og svo ef að upptakan tekst þá er hægt að skrifa þetta inn eftir upptökunni en það er alltaf betra að hafa vaðið fyrir neðan sig, alltaf eitthvað sem getur gert. En allavega þá erum við komin hingað, búin að bæði mæla jafnspennu út úr afriðunni yfir álagið og reikna, bera það saman að þetta er það bil 12 volt sem við fáum yfir álagið. 12 volt jafnspenna. Síðan eigum við að mæla spennu yfir álagið með spennumælu, stillt á DC og þá fengum við 11,976 volt. Og það er spurning
Það hefur verið inn á annarri mynd. Já, það er ekki hér. Það hefur verið inn á annarri mynd. Og ég ætla að sjá hvort ég finn einhverja mynd þar sem að ég er með. Þetta er bara reiðspennan inn, en ég þarf bara að setja forritið í gang til þess að sjá þessa spennu til öryggis. Hérna er ég með spenna inn, til dæmis hérna 10,9 volt, já, ok. Ég er með 6,3 hér, ekki 5,7. Það er svo aðeins munur á því, en þetta er ekki kannski nákvæmlega þær tölur sem ég er með, sem ég var með áður í þessu hérna, því að þetta er tekið á öðrum tíma. Þetta var tekið fyrr áður en ég fór í þessa mynd hérna fyrir neðan. En allavega að þegar við erum búin að fara í gegnum þetta, þá skulum við setja í gang Multisim og skoða hvernig þetta virkar. Þá er hérna spennan, hún er skráð hérna 11,976 volt. Og síðan er sagt hérna, sennilega er einhver munur á mældri og útreiknaðri meðalspennu, skýru hvers vegna það er. Og sem sagt, spennan er sem sagt 10 volt. Það er sem sagt, þegar við gerum ráð fyrir 10 volta spennu inn frá spenninum, gaf okkur 12,1 volt í jafnspennu. En ef 9,9 volta reiðspenna er notuð, þá fáum við 11,9 volta jafnspennu. Og þarna getur verið að aukastafa skekkja sé að valda þessum mun. Og það er alltaf einhver smá munur þegar við mælum þetta í stofunni. En ja, þetta er samt ekki mjög langt frá lagi. Síðan mældum við strauminn út á álagið með jafnstrauminn og hann var 60 mA DC. En straumurinn inn á afreiðsbrúna, reiðstraumurinn, hann mældist 49 mA AC. Og núna ætlum við að skoða hvernig straumurinn lítur út á sveiflusjóni. Og ef við værum í stofunni þá myndum við tengja sem sagt jörðina fyrir framan straummæli til þess að sjá spennuformið á inngangi A hérna yfir sem sagt straummælinn. Það myndast spennufall þegar straumur fer í gegnum mælinn, spennufall yfir straummælinn, sem við nýtum til að skoða inn á sveiflusjóna. Og hinn kanalinn setjum við svo beint bara í stjörnuna til að geta séð formið á spennunni. Og það sem við fáum svo út hér, að það er þetta hérna, að við sjáum spennuna líka vegna þess að setjum B-kanalinn inn á jörðina eða á sem sagt stjörnuna, segi ég, á spenninum. Og þá sjáum við að straumurinn í þessum fasa, hann myndast hérna á móti, ef þetta væri L1 til dæmis, þá myndi þetta móti díóðu D5. Ef við munum eftir hérna myndinni sem við vorum að átta okkur á hvernig brúin vann. Og síðan skiptist það hérna, sjáum við að hann kemur aðeins niður og svo byrjar hann aftur að leiða gegnum aðra díóðu sem væri þá díóða 6 ef þetta er L1 og díóða 1. Og þá skiptist það hérna yfir í aðra díóðu. Þannig að hvert díóðapar leiðir þá í rauninni hérna helminginn af þessum, það eru líka 120 gráður hér á milli, hérna frá og hingað. Það sem sagt, og þannig að við getum svarað þessu sem sagt að
Ein díóða leiðir sem sagt hérna frá hingað, eins og díóða 1 hérna, á móti D5, en hvert par leiðir í rauninni þá skemur, helmingin af þessu, leiðir þá bara 60 gráður. Þannig að eins og díóða 1 og díóða 5 leiða þá bara hérna 3,33 millisekúndur hérna frá hingað. Síðan tekur við díóða 1 heldur áfram að leiða á móti díóða 6 og þá hérna hún restin af tímanum með henni, sem sagt 3,33 næstu millisekúndur í viðbót. Og síðan skiptist það yfir í næstu díóðu 2, sem sagt, þegar næsti fasi verður jákvæðari. Þannig að ef við skoðum þetta þá í þessu samhengi hérna, að þá sjáum við hér kemur straumurinn fyrir bara þennan eina fasa, þetta hérna í 0 og býður þar til að spenna á þessum fasa verður neikvæðri heldur en sá sem að kom hérna á undan, kannski L3, kemur þá L1 aftur ef að það þessi rauði og hann leiðir þá á móti sem sagt þessari díóðu hérna sem getur verið D2 annars vegar og svo kemur D3 hérna í viðbót. Þannig að þá geti þessi straumur verið á ferðinni sko, í þessum fasa, tilbaka. Og þannig að svarið við þessu hérna, hve langan tíma leiðir hvert díóðu par í riðspennunni, að það hvert díóðu par leiðir 3,33 millisekúndur sem að samsvarar 60 gráðum. En ein díóða helmingi lengur, sem sagt hérna móti díóða 1 leiðir þá á móti hinum 2 þá í helmingi lengri tíma sem svarar 180 gráðum eða 6,66 millisekúndum. Þetta gaman að geta skoða svona inn í rásurnar hvað að gerast. Og það náttúrulega með söflusjónum sem við getum fundið út af því. Og þið eru þá væntanlega búin að skrá þetta hjá ykkur. Svo að þá get ég farið aðeins yfir það að opna sem sagt Multisim, en rétt áður en ég geri það ætla ég að svona minna aftur á þessa mynd úr bókinni að bara til að sýna sko hvernig við getum átt okkur á eða reynda átt okkur á hvernig þessi afbrigði fer fram, að ef við tökum reglustikku og mælum hérna frá mínus, þetta rauninni eða frá núllínunni og upp í hámarki hérna, þá það það bil eins og lengdin frá hæsta gildunni eða frá gildunni hérna sem að sker þessa riðbyggju hérna og ef við mælum þaðan og alveg hérna niður í mínuspennuna á næsta fasa, að það sem sagt þessi lengd sem við sjáum ef við færum færum þetta upp hérna. Tökum þessa lengd hérna, þessi lengd náttúrulega bara í gegnum miðja, en tökum hérna lengdina alveg frá toppinum og niður í núllið og það það bil sama lengdin og frá þessari spennu hér og niður í þessa riðspennu hérna í mínus. Þannig að þá getum við svona séð þetta gerast. Getum reynt að ímynda okkur hvernig hérna jafnspennan myndast úr þessari þriggja-fasa spennu gegnum áreiðisbrúna. Og svo náttúrulega hvernig straumurinn myndast hér. Og þá ætla ég að ræsa Multisim og
skoða þetta. Nema þið sé með einhverja spurningu. Hérna, erum við þá ekki eiginlega búin að svara öllum spurningunum í verkefninu? Áður en ég fer yfir. Það er enginn sem að... Jú, ég held að. Já, þið eru búin að fylla inn í allt. Það er gott. Og þá ætla ég að reyna að fara hérna í Multisim. Og þá fer ég í rauninni hérna í gegnum þetta. Ég fara hérna... Og þetta er inn í rammarsforritum, þetta er Multisim 11. Já, ég finnst að þessar stillingar séu svona sjá hvort ég fæ hérna Recent Design. Jú, ég er með eitthvað hérna. Já, hérna er rásinn. Ég er með þá tvær sveiflusjár sem eru önnur þeirra er að sýna þrjá fasana, þriggja fasa spennuna og hin er að sýna spennuna yfir álagið og svo er ég með eina sveiflusjá sem er með tvo innganga og þar get ég þar er ég að skoða hérna yfir straummælinn formið á straumnum. Og ef við byrjum bara á því, það sem við vorum að skoða síðast, þá kemur það svona út. Og það var einhver spenna sem við ætluðum að skoða þarna áðan. Það var væntanlega að breyta þessari spennu eitthvað. Já, ég var með mælda spennu inn eitthvað lægri þarna, það var 5,77 og þá er spennan hérna yfir álagið er allavega núna 13 volt, 0,3, já ég er með 33 á mótstöðu, venjulega væri ég kannski með 50 en ég ætla að prófa að breyta þessu yfir í 5,77, ég ætla að sjá á ég með þetta hérna. Það var einhver spenna þarna sem við vorum að skoða áðan. Það var þessi hérna, hvort að hún yrði 11,97 mælt spennugildi yfir álagið. Það var þessi spenna hérna. Og þetta var útreiknaða spennan og já, ég var með 10 volt inn, já. Ok. Ég var með 10 volt inn. Jú, ef ég er með 10 volt inn, þá verð ég að stilla fasaspennuna í Multisim á 10 deilt með rótina af 2. Það er að virkagildið, býtum við. Það áttum við á því að gera þetta rétt. Hérna var hérna rótina af 3 sko, þess að fá fasaspennuna. Já, það er sem
heildarspennan, já, í þryggjafasa rásinni, sem sagt, þryggjafasa spenna. Hérna þarf ég að deila með rótina 3 til þess að fá 5,77 volt, það er RMS spennan. Ég ætla að setja 5,77 volt í multisim og sjá hvort ég fæ þá ekki, já, rétt út. Hérna er 10 volt, hérna er 6,3, það er tæplega 11 volt. Þannig ég ætla að breyta þessari spennu hérna. Já, breyta henni í 5,77, sjá hvernig það er mikið lægri heldur en 10. Ja. Ok, nú set ég í gang. Já. Þetta er nokkurn veginn, það veit ég ekki hvort að mælarnir hafa einhver áhrif hérna. Ég ætla að prófa að breyta þessu viðnámi hérna í 50 ohm. Það kannski breyti ekki svo miklu. Það gæti kannski skipt einhverju máli. Ok, ég næ, jú, já. Svona, við erum að prófa hvort þetta breytist nokkuð, hvort að spennan hækkar eitthvað, örlítið. Ok, 11,8 fæ ég hérna. Ég er með aðeins minni straum. Já, og það aðeins lægri spennu. Ok, já. Fer það aðeins eftir álaströmm. Ok. Já, það er lægri. Það er hérna, það er meira álag, þá er aðeins lægri spenna, 11,85. En ef við værum með 50, þá erum við með þetta 11,88. Það er aðeins nær. Það er aðeins nær því sem geti ég trú að ég hafi verið með 50 ohma mótstöðu í þessu þegar ég tók þetta áður, þessar mælingar. Og þá sjáum við hérna að við erum hérna með fasaspennan er 5,77 volt. Svo margföldum sinnum rótina 3, þá fáum við aðalspenna milli fasa. Hún er hérna rétt tæplega 10 volt, 9,995. Þetta má segja hérna sé 10 volt. Og hér er álagsstraumurinn, hann er ekki nema 0, já, hann er 195 hérna. Ok. AC, ég var með að minni í verkefninu. Ég var með minni álagsstraum í þessu. Sjá, ég var bara með, já, líklega hef ég verið með 200 ohma álag. Já. Þá er ég með, sem sagt, straumurinn var 60 milliampere, ok. Ég ætla að athuga það. Ég ætla að hérna breyta álaginu. Ég man núna eftir það var talað um í verkefninu að raðtengja þessi álag. Þau eru um 100, þá er það í heildina 200 ohm. 200 ohm, þá fáum við þetta svipaðan straum og kannski aðeins hærri spennu hérna. Þá er ég komið með, já, þá er ég komið með 11,98 volt hérna. Ok, og þá hérna er ég greinilega með 0,06 ampere eða 60 milliampere. Það er þá eins og ég fekk í verkefninu. Og reiðspennan inn er þá 49
milliampere. Og spennan yfir álagið er 11,985. Ok, já, þetta hefur verið út af því að ég var með 200 ohma álag, raðtengt 200 ohma álag þarna. Það var 60 milliampere DC og 49 milliampere AC inn á afreiðsbrúna og spennan var 11,976, 11,985, örlítið hærri hérna einhverju þetta vegna. Þannig að, en þetta er mjög svipað og svona lítur þá spennan út og ég get þá fært aðeins til stikuna til þess að mæla til dæmis lágmarkið hérna, svo get ég farið alveg upp í hámarkið líka til þess að svona sjá aðeins svona munin hérna í gárunni og en ef ég fer í gáruna miðja þá ætti ég að vera með eiginlega svona meðalspenna út einhvern hérna 11 eitthvað á svona 11,9 eitthvað svoleiðis, tæplega 12 volt. Hérna fæ ég þetta eiginlega alveg 12 volt. Þannig að þá getur maður, já, þetta er líklega hér, hérna er ég með 11,8 volt. Þetta er svona frekar það til miðja gáruna. Og það því að meðalgildið liggur hérna einhvers staðar í gegn, sirka í gegnum miðja gáruna. Ok. Hinn sveiflusjáin sem er 4 innganga, hún sýnir okkur á 3 fasa spennuna og við erum að fá þarna þá heildarspennuna inn og þannig getum við farið og að reynda að mæla þetta, hvað er hámarkið hér og já, ef ég fer alveg í lágmark hérna, þá er ég bara með sem sagt, þetta er deyfing upp á eitthvað ákveðið hérna. Það er 5 volt sýnst mér á getur það verið allavega að hérna væri hægt að mæla, já, hérna breyttist þetta aðeins. Þannig að gera mælingar með þessum mælistikum til þess að reyna átt að segja á því. Sem sagt hámarksgildinu hérna eða að reyna að bera þetta saman. En svo er náttúrulega þá er einhver deyfing á spennunni. Það er virka gildið náttúrulega er 10 volt en hámarksspennan hún ætti að vera við skoðum hérna hvað var hámarksspennan hérna í verkefninu, skulum sjá. Hún var hér vorum við með hana einhvers staðar hérna fyrir ofan. Í fasi max, jú,
hún var 8,16 volt. Við skoðum það hérna. 8,16. Hérna er þetta, hérna erum við með þessa spennu. Hún er 8,16 volt. Já. Hérna er hún í mínus og hún er hérna 8,16 volt í 8,159 hérna í plús. Þannig að það virðist mælast líka hérna nokkuð nærri lagi á sveiflusjónni líka. Og ef við tökum sem sagt þá sko þetta er já þetta er spennan. Þetta er virkagildið og þá er bara spurning hvort að við erum að mæla þarna við vorum með útreikning áðan á þessu að við sögum hérna 5,77 sem rótum að 2 þá fáum við 8,1 volt hérna. Þannig að það verðist vera það sem að við séum að sjá þarna á mælingunum á sveiflusjónni. En þetta er það sem við getum gert í bili nema við komumst einhvern tímann út úr þessu og getum gert mælingarnar í stofunni. En annars höldum við bara áfram með mælingaverkefnin og ég vona að þið hafið haft eitthvað gagn af þessu, allavega að þið geta fyllt inn þessar niðurstöður í skýrsluna og ég hef ekki fengið mjög margar spurningar ennþá en þær koma kannski. Þannig að við sjáumst þá á allavega á mánudaginn ef það er ekki fleira í bili í bóklegum tíma og þá er spurning hvort að við verðum á staðnum eða ekki. Ég á eftir að athuga, ég ætla að laga náttúrulega líka skráninguna hjá mér, en ég ætla bara að stoppa upptökuna áður en ég fer í það. Já, það er hér.